Já, komið þið sæl og verið velkomin í enska málfræði með þetta. Einu sinni enn, nú það eignarfornöfn eða possessive pronouns eins og þetta á ensku. Eignarfornöfn eru sérstök fornöfn sem sýna hver á það sem rætt. Þau eru tvenns konar, þau eru samstæð eða sjálfstæð. Þau samstæðu taka með sér aðalorð, oftast nafnorð, sem kemur á eftir eignarfornöfninu. Dæmi our turn. Sjálfstæðu eignarfornöfnin standa ein og sér. Can I see yours? Á ensku eru eignarfornöfn til dæmis notuð þegar talað líkamshluta líka. I broke my arm. Á íslensku myndum við að nota ákveðin greini, ég braut handlegginn. En hér erum við með töflu sem að sýnir eignarfornöfnin. Þau eru líkt og persónufornöfnin, háð persónu þess sem að talað. Í fyrstu persónu samstæða eignarfornöfnin my, sjálfstæða mine sem að þýðir minn. Í annarri persónu eintölu samstæða your, sjálfstæða yours sem þýðir þinn. Í þriðju persónu eintölu þar erum við með his, her og þarna vantar it. His, her og its á þetta vera, en það ekki tilneitt sjálfstætt fyrir it, þannig að þarna erum við með í sjálfstæðu his og hers sem þýða hans, hennar og þess. Í fyrstu persónu fleirtölu erum við með our sem samstætt og sjálfstæða ours sem þýðir okkar. Önnur persónu fleirtölu þar erum við með samstæða your alveg eins og í eintölunni og fleirtalan í sjálfstæða líka eins yours en það þýðir ykkar. Í þriðju persónu fleirtölu þar erum við bara með eitt í hvoru, samstæða their og sjálfstæða theirs og sem þýðir þeirra. Eftir smástund skulum við skoða nokkur dæmi. Hér ég búinn að skrifa upp nokkur dæmi og breyta letrinu á þessum eignarfornöfnum. This is my cell phone, þetta minn sími. Þarna erum við með samstæða orðið my. Ef við skrifum sömu setningu með sjálfstæðu eignarfornöfni þá það the cell phone is mine. This is your guitar, þarna erum við komin í aðra persónuna. Þetta þinn gítar, the guitar is yours, gítarinn þinn. This is his bike, þarna erum við komin í þriðju persónu. Þetta hans hjól, the bike is his, þá sjálfstæða, hjólið hans. Í fyrstu persónu fleirtölu, this is our problem, þetta okkar vandamál. The problem is ours, sjálfstæða, vandamálið okkar. This is your rental car, þannig önnur persónu fleirtala, þetta ykkar bílaleigubíll. The rental car is yours, bílaleigubíllinn ykkar. Og í þriðju persónu, this is their ticket, og í sjálfstæða hljómar það svoleiðis, the tickets are theirs. Þetta orð their, þetta ruglast oft saman við their, T-H-E-R-E, en sjálfsögðu ólíkt. Þannig að þegar við notum þetta sem eignarfornöfn þá það skrifað svona. Þetta var ensk málfræði með þetta að fjalla eignarfornöfn. Þangað til næst.